Já, ég heiti Jón Heiðar Ríkharðsson og ég er vélaverkfræðingur hjá Eflu verkfræðistofu og ég ætla að spjalla hérna aðeins við ykkur rafeldsneyti og orkuskipti. Og ég held að sé vert að byrja á að gefa smá yfirlit yfir hvað rafeldsneyti því að það er ekki nokkuð ókunnugt hugtak og enginn vissi hvað þetta var fyrir svona 5 árum síðan. En það má segja að rafeldsneyti sé nú svona í grunn vetni á ýmsu formi sem er búið að tengja ýmsum öðrum efnum en aðalega koltvísýringi eða kolefni og köfnunarefni eða nitri. En rafeldsneytið er samheiti yfir eldsneyti sem hefur það sameiginlegt að vetnið, rafgreint með endurnýjanlegri orku, er lykil orkuberi eldsneytisins. Þannig það er grunnurinn að vetnið sé upprunnið og framleitt með endurnýjanlegri orku. En vetnið sem er að sjálfsögðu rafeldsneytið líka, þá í samkvæmt þessari skilgreiningu, það getur verið hreint á gasformi undir háþrýstingi eða í vökvaformi, sem er svokallað krýkogenik eða H2 liquid. En það er þá geymt við mínus 250 gráðu hita sem er mikill kuldi. En rafeldsneyti getur verið á ýmsum efnasamböndum, til dæmis metanól, CH3OH eða metan sem er CH4 og síðan rafolían sem er þá vetnið tengt lengri kolefniskeðjum. En ef kolefnishluti eldsneytisins er fangaður á iðnaði, til dæmis úr úrgangi eða loftinu, þá verður til kolefnishlutlaust eldsneyti með þessum hætti. Þannig að kolefnishlutin er ekki úr jarðefnaiðnaði. Það er líka mikilvægt í þessu samhengi að horfa til þessu samhengi að lengri kolefniskeðjur, þær eru sem sagt, þá kannski er ekki eins öflugar í sambandi við loftslagsmálin eins og hreint vetni, þannig eftir sem að meira hreinu vetni sem er upprunnið úr endurnýjanlegri orku, því meiri áhrif. En það er að nota í rafeldsneytið beint á flugvélar, til dæmis rafolía án breytingar og þotuhreyflum, til dæmis svokallað kerosón. Og svo er ammóníak einnig mjög hentugur orkugjafi. En ammóníak má segja eins og það við þekkjum það í dag, kannski flestir þekkja það sem kælimiðil í frystitækjum eða slíku og hafa ekkert endilega góðar minningar af því, vond lykt og dálítið hættulegt. En ammóníak er samt, má segja, grunnur að matvælaframleiðslu heimsins og ef þess neyti ekki við þá væru íbúar jarðarinnar það bil minnstakosti helmingi farinir í dag, eða jafnvel ennþá færri. Framleiðsla ammóníaki var fundin upp og þróuð með Haber-Bosch aðferðinni sem var 1905 og hefur verið framleidd að miklu leyti með þeirri aðferð síðan og er grunnur að allri áburðarframleiðslu heimsins í dag, eða sem sagt nituráburði. En ammóníak er líka kolefnislaust rafeldsneyti og sem er mjög gott, það er samt NH3 sem að þýðir að það er með 3 H-mólekúlum og hefur mikla orku bundna í sér. Flutningskerfi er til staðar allan heim út af ábreyðunum, en það er einnig hægt að nota á brennsluvélar og getur knúið efnarafala. Og að sjálfsögðu er þá ammóníaki mjög góður flutningsmiðill fyrir vetni og orku. Þess má einnig geta að íslenska fyrirtækið Atmonia vinnur að nýstárlegri rafefnafræðilegri aðferð til að framleiðslu ammóníaks, sem að ef framleiðast undir og áform þess fyrirtækis ganga upp, mun hugsanlega taka við af Haber-Bosch aðferðinni við framleiðslu ammóníaks sem var fundin upp árið 1905 og verða þannig svona gífurleg breyting á framleiðslu ammóníaks því það verður mun umhverfisvænni framleiðslueinir í dag. En ef við lítum aðeins á kosti rafeldsneytis, þá er það kannski fyrst og fremst geymsla á orku og flutningur á orku. Það er svolítið galli við rafmagn almennt, framleiðslu þess að rafmagn er notað samtímis framleiðslunni. Þannig að rafmagn hefur geymsluþolið 0. En rafeldsneyti gefur möguleika á að geyma rafmagn á vetnisformi þegar framleiðslu og flutningsgeta raforku er umfram eftirspurn.
og þess vegna til dæmis yfir sumarið þarf ekki allt vatnið að renna bara framhjá til sjávar. Það væri hægt að nýta það til vetnisframleiðslu. Svo dæmis tekið. En það eins og alltaf fyrsta valið að sjálfsögða nota raforkuna beint, ef mögulegt er. Annað val er að þá nýta rafhlöður til að geyma raforku og til dæmis rafbíla og annað slíkt. En þegar nýting rafmagns með rafhlöðum verður óhagstæð vegna aðstæðna, þá tekur rafeldsneyti við sem eini valkostur við jarðefnaeldsneytið. Og þá er vert að huga að helsta hlutverki rafeldsneytis, eins og horft til framtíðar. Ef við horfum hér innanlands, þá er það fyrst og fremst þungaflutningar á lengri leiðum, til dæmis milli landshluta. Fiskiskip, kannski verður möguleiki að nota rafmagn á minni báta eða trillur, en fyrir fiskiskip og stærri skip þá verður líklega lausnin alltaf einhvers konar rafeldsneyti, en ekki rafmagn á rafhlöðum. Sama á flugvélar, þar er líklegt að rafeldsneyti verði notað í millilandaflugi, en líklegt að rafhlöður nægi í innanlandsfluginu. En ef við horfum til almennt til Evrópu eða innvættari landa en Íslands, að þá eru þessi atriði kannski ekki megin hlutverk rafeldsneytis. Þar er megin hlutverk rafeldsneytis að leysa af hólmi gífurlega notkun vetnis og annarra orkugjafa sem eru upprunnin úr jarðefnaeldsneyti í iðnaði. Til dæmis nota gífurlega mikið vetni við framleiðslu á sementi, stáli og áburði til dæmis. En það vetni er allt í dag upprunnið úr jarðefnaeldsneyti, úr metani, með því að splitta metani og er kallað brúnt vetni. Og til dæmis eldsneyti sem er framleitt með slíku vetni, það er til dæmis ammóníak, það er aldrei rafeldsneyti, af því að vetnið kemur úr metani, eða úr jarðgasi. Síðan er húshitunin. Húshitunin er víðast hvar hituð upp með jarðgasi sem er megni hluta metani og það er mikil áskorun að breyta því. Og síðan er hlutverkið þá sem flutningsmiðill fyrir endurnýjanlega orku á milli landsvæða inn á þessu svæði þar sem þörfin er mest. Þannig að kannski hlutverk rafeldsneytis í samgöngum og flutningum er kannski 3. til 4. sæti ef við horfum á löndin í kringum okkur. En það sem við erum kannski að horfa á sem 1. sæti. Og við horfum áfram til Evrópu í þessu samhengi að þá má segja að þar komi kannski ekki ákveðin drifkraftur orkuskiptana eða drifkraftur þess að framleiða rafeldsneytið í stórum stíl af því að þar verður til gífurlega mikill markaður. Evrópusambandið hefur plön alltaf 40 gigawatt framleiðslu sem er það bil 55 Kárahnjúkavirkjanir uppsett afl í rafgreinum til að framleiða vetni fyrir árið 2030. Og þessi áform hafa sjálfur sér stór aukist núna eftir tilkomu stríðsins í Úkraínu og þeir afleiðingar þess varðandi framboð á orku. Og Þjóðverjar horfa til 80 gigawatta og sem er þá lengri tíma en einungis 20% af því munu verða framleitt í Þýskalandi. Þannig að það er ljóst að Evrópusambandið horfi til gífurlega til innflutnings á vetni og ammóníaks í stórum stíl þegar fram í sækir. Þó að staðan sé ekki þannig endilega í dag. Og hver eru áskoranir Íslands í þessu samhengi? Það liggur fyrir að framleiðsla á slíku eldsneyti hér á landi þarf að vera samkeppnishæf. Það þarf að vera samkeppnishæft. Það eru ákveðnir áskoranir í að standa samkeppnina við hugsanlega framleiðslu annars staðar frá. Það er alls ekki sjálfgefið að rafeldsneyti frá Íslandi verði samkeppnishæft. Þótt að sú staðan sé ekki eins og við horfum á í dag, vegna þess að það er gífurlegt, það má segja sér gnótta framboði af endurnýjanlegri orku, bæði vindorku og sérstaklega sólarorku frá eyðimerkursvæðum heimsins, til dæmis Marokkó, Sádi-Arabíu, Ástralíu og svo víðar og leitað. Og það eru sumir markaðir sem eru jafnvel nær en Ísland.
En það samt ekki svo að við höfum kannski getum ekki staðist þessa samkeppni. Það eins og ég sagði frá áðan, þá einnig lítill innanlandsmarkaður í alþjóðlegu samhengi á Íslandi og það svona meira kannski svolítið jaðarmarkaður. Einnig lítil þekking á orkuinnviðum sem byggja á gasi eða ammoníaki. Og þetta nýr veruleiki sem að regluverk innanlands nær ekki ennþá utanum. Og það semst þá líka minni innlendi hvatar en við í nágrannlöndunum. Ekki stóriðnaður sem byggir á jarðefnaeldsneyti. Við erum eiginlega komin í gegnum þau orkuskipti nú þegar með uppbygging áliðnaðarins sem byggir á endurnýjanlegri orku. Og eins orkuskipti í húshitun er yfirstaðin. Hver þá leiðir þetta til þessara samkeppnishæfi? Það væri þá líklega miðlæg framleiðsla rafeldsneytis og stærðarhagkvæmni. Einnig bætt nýting núverandi raforkukerfa, sem sagt bæði framleiðsla og dreifing, og regluverk og umgjörð sem styður við nýja veruleika. Og það á bæði við uppbyggingu orkuinnviða og síðan bara hvernig staða viðskipti með þetta nýja eldsneyti sem er mjög margbreytilegt. Og einnig horfa til sér íslenskra aðstæðna sem geta skapað forskot. Það eru vindaðstæður hér á landi eru mjög góðar, bæði land og sjó. Vindaðstæður nýting vindafls hér á landi á Íslandi er jafngóð eins og út á sjó, til dæmis í Norðursjónum, svona að meðaltali. Og við erum staðsett, og það er ástæðan fyrir hvar við erum staðsett á jarðarkringlunni, á skilum kalda loftsins og heita loftsins sem að myndar allar þessar lægðir sem að koma hingað til okkar. Og veldur því stöðugur vindur nánast. Það líka flugsamgöngurnar eru miklar og það grunnur fyrir ákveðin orkuhöfn fyrir flugið í Keflavík. Og síðan getur verið líka aðgangur á ódýru CO2 sem er þá í kringu jarðhitann og einnig hugsanlega tengist Carbfix. Og við getum horft á þetta sem hugsanlega lykil að 100% orkuskiptum til lengri tíma litið. Einfaldlega vegna þess að ef rafeldsneyti flutt út frá Íslandi verður að standast samkeppni frá öðrum uppsprettum endurnýjanlegri orku sem gnótt er af. Það gerist með stærðarhagkvæmni og miðlægum framleiðslueiningum. Og það mun lækka rafeldsneytið fyrir innlendan markað. Það auðveldar líka fjármögnun og uppbygging dreifikerfis fyrir vetni og ammoníak innanlands og lækkar þar með dreifingarkostnaðinn. Rafeldsneyti verður þannig með samkeppnishæft við jarðefnaeldsneytið og flýtir orkuskiptunum í þyngri farartækjum, skipum og flugi. Og við langar til aðeins að setja upp mynd af nokkrum verkefnum sem er svona á tekniborðinu, varðandi útflutning og uppbyggingu innviða fyrir rafeldsneyti og vetni og ammoníak. Til dæmis Finnafjörður, Norðausturlandi, Húsavík hefur rætt eitthvað þar. Reyðarfjörður er komið vel á veg. Eins í Ölfusi, Keflavík, kringu Svartsengi, Keflavík og Grundartanga. Og síðan fylgja þessu oftast einhverjar hugmyndir vindorku eða aðra orkuöflun. Og síðan mætti einnig hugsa sér að þessu fylgdi líka innviðir eins og til dæmis gasleiðslur hér á suðvesturhorninu sem tengi Ölfus, Sundahöfn og Keflavík saman. En að þessu sögðu þá held ég ekki vert að horfa einnig til þess að orkuskiptin eru öryggismál. Og það ef þau byggjast upp þannig að endurnýjanleg orkan verði innlend. Tryggir orku, samgöngu og matvælaöryggi. Og það liggur alveg fyrir að ef framleiðsla innanlands er ekki samkeppnishæf, þá kalla orkuskiptin, til dæmis í sjávarútveginum, mjög líklega og samgöngunum á innflutning á rafeldsneyti. Og það er staða sem við viljum ekki lenda í. Þannig að mjög mikilvægt að horfa á uppbygginguna með þeim hætti að það gerist ekki.
Þannig að samkeppnishæfur útflutningur rafeldsneytis tryggir þar með orkuöryggi landsins með lægra eldsneytisverði innanlands en ella. Tryggir sjálfbæra vöru- og farþegaflutninga til og frá landinu og einnig innanlands. Og þar með matvælaöryggi einnig tryggt með innlendum orkugjöfum á landbúnaðartæki og fiskiskip auk tryggra vöruflutninga til og frá landinu. Og þá erum við kannski að tala að horfa til þriðju bylgju orkuskipta og orkuiðnaðar og Ísland getur þar með einnig orðið alþjóðlegu þátttakandi í þessari þróun. Og íslensk verkfræði og verkkunnátta lykilhlutverk í beislun jarðvarma og fallvatna á fyrri bylgjum orkuumbreytinga á Íslandi. Og það hefur skapað grunn fyrir uppbyggingu og útflutning á verkfræðiþekkingu og annarri verkþekkingu. Beislun og nýting rafeldsneytis á sama meiði, vísu fjölbreyttara og tæknilegra flóknara. Og það gerir orkuskipti í þyngri farartækjum, skipum og flugvélum möguleg hér á Íslandi. En gerir okkur einnig kleift að stuðla orkuskiptum á alþjóðavettvangi með útflutningi á rafeldsneyti. En hvað þarf til? Þetta gerist víst ekki af sjálfu sér. Það er að horfa til vetnisframleiðslu og innviða rafeldsneytis. Þá erum við að tala innviði fyrir framleiðslu á vetni, innviði fyrir framleiðslu á ammóníaki og koltvísýringi. Það vill svo til að það engin hefð og frekar lítil þekking á gasinnviðum á Íslandi og meðferð á gasi. Og það þarf að byggja upp menntun og þekking á öllum þessum stigum. Verkmenntun, iðnmenntun og síðan háskólamenntun líka. Þá við hönnun á þessum innviðum, framkvæmdum og síðast en ekki síst rekstur. Og allt ferlið innviða, það er að segja framleiðsla, geymsla, flutningur og áfylling á tæki, þess á notendaendanum. En þetta á ekki, eins og ég sagði, þetta á ekki einungis við vetni, þetta á einnig við CO2 innviði. Sérstaklega framleidd rafolía eða metanól þar sem að þarf að nota koltvísýring sem hráefni í þá framleiðslu. Og sá koltvísýringur, eins og ég sagði í kynningunni fyrst, má ekki vera frá jarðefnaeldsneyti eða þá vera fangaður koltvísýringur sem annars hefði farið út í andrúmsloftið. Það væri líka mjög skemmtilegt ef að þessi þróun gæti tengst í að byggja upp öfluga gróðurhúsa starfsemi hér á landi jafnvel til útflutnings, af því að það er CO2 einnig hráefni. Og það er einnig nauðsynlegt í þessu samhengi að byggja ennþá frekar upp þekkingu á ammóníaksframleiðslu. Og þar er mjög mikilvægt framlag þá ammónía til þeirra framvindu. Einnig er alþjóðlegt samstarf mjög mikilvægt og þar bæði samandi þekkingu og ekki síður fjármagn í þessi verkefni. Áfangaskipt uppbygging er farsælust, það er að byrja kannski ekkert alltaf stórt en hafa samt markmiðið alveg klárt. Það gerist með samstarfi við alþjóðleg orku- og tæknifyrirtæki en einnig samstarfi við notendur rafeldsneytis í Evrópu og víðar. Þannig er mögulegt að flýta þekkingarefningunni og ná stærðarhagkvæmni á sama tíma. En síðast en ekki síst og atriðis öllu saman, það er raforku. Og þar er virkjun vindsins forsenda, því að þar er mesta orkan til reiðu óvirkjuð. Og einnig verður hagkvæmni nýrra orkuverkefna að tryggja lágan framleiðslukostnað orkunnar áfram. Og það er einnig mikilvægt að horfa til raforkuframleiðslu með vindorku á hafi úti í þessu samhengi. Að þessu sögðu þá er ekki horft til þess að öll ný raforka komi frá vindorku. Það er líka verið að tala um sjávarfallavirkjanir sem getur verið ný viðbót raforka á lífgasi, kannski ekki stórum stíl, en líka verður viðbót og síðast en ekki síst að horfa ennþá einnig til vatnsorku og jarðvarma þar sem aðstæður leyfa og hægt að nýta betur þær virkjanir og þær mannvirki sem nú þegar eru fyrir hendi.
En til að ná þessum markmiðum þá er nauðsynlegt að ná sátt um nýtingu lands og hafsvæða til vindorkuframleiðslu. Og það er mjög mikilvægt að allir leggist á eitt að ná þessar sátt og skilja rök hvor annara í þeirri umræðu, því að öll viljum vinna sama markmiði, að Ísland verði sjálfbært hvað orku varðar og við getum lagt okkar að mörkum til orkuskipta í heiminum og loftslagsbreytinga, jákvæðra loftslagsbreytinga. Takk fyrir.